Ég vona enginn fari inn í skápinn minn. Skrítið. Skyldi þetta vera? Kíkjum á þetta. Drífum okkur. Öryggisskápur? Já. Ekki einn, heldur heilir 3. Ég legg til að við gáum hvað er inni sem fyrst. Nei, bíddu. Það er eitthvað að lýsa. Nei! Bíddu! Stelpur, þið dróðu okkur í áskorun. Svo ég ætla að vera fyrst til að opna minn skáp. Hvað, þetta er svalt? Ég fekk Snickers mjólkuristing. En hvernig á ég að drekka hann? Ertu að grínast? Þú þarf bara að opna lokið. Hvernig datt mig ekki í hug sjálfri? Má ég smakka? Jú. Nei. Þetta er minn hristingur, svo ég ætla að drekka hann. Enda er hann mjög bragðgóður. Svona dýrindistrykk ætti ég að drekka. Gráðu það. Nú skal ég sýna þér eitthvað gott. Ef kokteilinn er svona góður, þá má hann alveg fara yfir allt andlitið á þér. Hvað gerðirðu? Hann er búinn og það þýðir að ég á ekkert að drekka núna. Þetta er ósanngjarnt. Það er komið að mér að opna skápinn. Fiskur? Af hverju fær einhver kokteil og ég fæ fisk? Þetta er svo ógeðslegt og illa lyktandi. Haltu þessu frá okkur. Flýttu þér að borða þetta áður en það fyllir allt herbergið af fílu. Ef ég æli, þá er það þér að kenna. Ó, hvað þetta er ógeðslegt. Nei, ég get ekki borðað allan fiskinn. En þú verður að því. Allt í lagi. Vá! Ég er alveg að fara að æla bara við að horfa á þetta. Þetta er ógeðslegt. Af hverju léstu mig borða þetta? Náðu þessum viðbjóði af mér. Hvað ert að hlæja að? Það væri betra fyrir þið að opna þinn skáp fljótt. Ég er sammála. Það er komin tími til. Er þetta allt og sumt? 1 skittlesnammi? Svo það hlýtur að vera mjög gott. Venjulegt nammi. Skrítið. Vá. Hvað er í gangi með þig? Stelpur, ég held ég sé komin með skittlesæði. Mig hefur dreymt að fá þetta síðan ég var krakki. Svalt. Núna er ég með endalaust af nammi á mér. Má ég líka smakka? Að sjálfsögðu. Gott. Kate, viltu einn? Nei, þetta er ógeðslegt. Svalt. Þetta er í alvörunni eini svali sjúkdómurinn. Kate, viltu smakka líka? Uss, nei. Hvílíku viðbjóður. Allt í lagi. Í annarri umferð ætla ég að opna fyrsta skápinn. Því lík óvænt ánægja. Ég hef aldrei átt svona mörg poppit áður. Líka þetta óvenjulega. Þetta eru gúmmibangsar. Stelpur, hafið þið nokkurn tímann séð þetta? Nei, eru þeir yfirhöfu góðir? Að sjálfsögðu, þeir eru hreinlega óraunverulega góðir. Ég vil borða hvert einasta poppit sem fyrst. Ó já, skoða þá bara. Já, mann langar bara að háma þetta í sig. Ég held að Kate væri ekki á móti því að við fengjum okkur allavega 1 bita af poppitinu sem hún á eftir. Ég held hún verði það ekki. Sko, jú, ég verð það. Ekki einu sinni hugsa að snerta það. Þetta er allt mitt. Allt í lagi. Ég ætla að gá hvað ég er með. Ég vildi að ég hefði ekki vitað þetta. Ég er hræddari við orma en nokkuð annað í heiminum. Af hverju er mér refsað svona? Þér? Af hverju er mér refsað svona? Taktu þennan viðbjóða mér vinsamlegast. Einmitt, ég fekk frábæra hugmynd. Lítil ryksuga mun bjarga Kate. Ó, guði sé lof. Ó, nei. 1 ormur náðist ekki af. Hvar? Hvaða? Rétt fyrir ofan vörina. Ó, ég misti víst af einum en það er allt í lagi. Kate, slepptu ryksugunni. Hættu að kissa hana. Mitt starf er búið. Hvílíkur snillingur sem ég er. Vá. Kate, þú ættir að sjá varirnar á þér. Þú lítur út eins og froskur núna.
Og það er ekki gott að hlæja að vandamálum annara. Fyrir viki verður að klára ormana. Hvað hefur þú gert? Hvílíkur hryllingur, ógeðslegt, láttu þá hverfa. Já, sjáðu frekar hvað býður þín í skápnum. Svo ég ætla að kíkja. Vá, það er einhvers konar drykkur hérna. Ég vona að hann gerir mig að fallegustu stelpu í heimi. Hvílík undarleg tilfinning. Hvað er að koma fyrir mig? Hjálpi mér vinsamlegast. Ég er svo lítil. Tókið mig upp vinsamlegast. Hvílík krútsprengja. Mér langar bara að klappa þessu krúti. Vá. Núna er ég minnsta stelpa á jörðinni. Þessu fylgja kostir. Til dæmis er poppitið hennar Kate núna bara venjulegt trampolín. Hún er svo sæt. Mér langar bara að snerta hana. Þetta er sárt. Sjáðu hvað þú gerði við fingurinn minn. Hún verður að borga fyrir þetta. Svona. Kate, þið langar líka að sjá litla stelpu berjast við orm, er það ekki? Ég held að það sé mjög spennandi. Áfram, áfram! Julie, við höfum trú á þér. Ég vona að hún lifi þetta af. Já, náðu honum. Náðu honum, já. Julie, sú besta vann aftur. Julie, til hamingju, þetta var mjög svalt. Stelpur, þetta er allt ykkur að þakka. Hvað erum við að borða í þetta skiptið? Nei. Ég vil sko alls ekki borða hrátt kjöt. Stelpur, ég biðst afsökunar en þetta er of mikið. Hér er diskur handa þér og verði þér að góðu. Þú ert svo dónaleg. Þetta er ekki kjöt, heldur hreinasta gúmmí. Það er ekki einu sinni hægt að bíta í þetta. Jæja, nú er mér nóg boðið. Hnífur og gaffall ættu að hjálpa þér. Svo borða þetta. Ég held ég hafi farið aðeins yfir strikið. Núna get ég ekki einu sinni borða disk. Allt í lagi. Fólk fékk þá hugmynd að steikja þetta af ástæðu. Það er ómögulegt að borða þetta hrátt. Einn biti gerir mig flökurt. Ég kem ekki meiru niður. Julie, þú ætti frekar að opna skápinn þinn. Allt í lagi, gáum að því. En þessi dularfulli töfrasproti bíður mín hérna. Vá, skildi hann kunna einhverja galdra? Og hvernig get ég komist að því hvað þessi sproti gerir? Þú þarft bara að snúa honum. Það er verið að slá mig. Ekkert sem ég hef lært. Þú næstum brendir mig. Skoðaðu hvað þú hefur gert. Skammast þú þín ekki fyrir að brenna dót annara? Þetta er bara sprotin, ekki ég. Hann er jafnvel tilbúinn að meiða mig. Setjum hann á borðið áður en við brennum öll inni. Kate, það er komin tími til að þú opnir skápinn. Það er alveg víst. Ég get ekki beðið eftir að vita hvað er inni. Og þar inni er eitthvað dýrindis. Leyfðu okkur að smakka þennan dásamlega ís. Fingurna í burtu. Ég fékk bara eina fötu og það er hvort sem er ekki mikill ís hérna. Svo þetta er mitt. Svona skeið hendar greinilega ekki fyrir mat. Þarf eitthvað stærra. Jæja, drífum okkur. Það er ekkert betra en ís á heitum sumardegi. Leyfðu okkur allavega að sleikja hann? Nei, setjið tungurnar aftur inn í munnin á ykkur. Gráðugu. Kate, hvað kom fyrir þig? Hún er dálítið stíf. Já, ég veit hvernig á að bjarga henni frá algjöru kalsári. Sprotin mun hjálpa. Stelpur, þakka ykkur kærlega fyrir. Án ykkar væri ég frosin að eilífu. Eins og staðan er núna er ég bara að brenna. Hættu! Þetta er frábært tækifæri til að elda kjöti sem eftir er. Í staðinn fyrir hráan viðbjóð ætla ég að borða dýrindis kebab. Ég var einmitt að verða svöng. Kate, brennandi hatturinn þinn bjargaði mér.
Gott. Ég eldaði virkilega dýrindis kjöt. Og takk, Kate. Það er komin tími til að koma staði hvað við borðum í þetta skiptið. Vá! Allir elska Nutella og ég er engin undantekning. Hei, sjáðu hvað þú hefur gert. Ekkert mál, ég laga þetta núna. Ó, þetta er sárt. Hættu að dreifa lokunum. Ég ger þetta ekki aftur. Núna ætla ég bara að borða dýrindis Nutella. Julie, þið getur ekki einu sinni dreymt súkkulaðismjör. Og mér tókst að smakka það, hvað allir eru gráðugir. En reyndar fékk ég ekki dropa heldur. Svo gott. Ó, stelpur, ég er í vandræðum. Höndin á mér er föst í krukkunni. Hjálpið mér að ná henni út. Hvað gerir maður ekki fyrir vin? Jafnvel þótt hann sé mjög gráðugur. Komdu, hreyfðu þig. Það er bara smávegis eftir. Loksins. Ó, það er jafnvel smá smjör eftir í krukkunni, sérstaklega fyrir okkur. Þakka ykkur kærlega fyrir hjálpina. Ég hélt ég þyrfti að fara með krukkuna á hendinni. Ó, það er meira. Kate, það er komið að þér að opna skápinn. Það er ekki góð lykt. Ó, nei. Sorp og mjög illa lyktandi ostur bíður mín hérna inni. Stelpur, þetta er ofviða mínum kröftum. Ég held að Julie og ég munum hjálpa þér. Að sjálfsögðu munum við hjálpa þér að setja ost í munnin. Mér mistókst það. Stelpur, þetta var hreinlega ógeðslegt. Ég næstum eldi. Julie, hvað er í skapnum mínum? Ég hef líka mikinn áhuga á að vita það. Ó! Við erum loksins frjáls. Bara Day er alltaf skemmtilegt og áhugavert, svo endilega fylgist með og bless!